Matti, svo fór sem fór, þarna, hvað fór úrskeiðis í kvöld? Í dag, hvað segja? Við náttúrulega byrjum að lenda strax í byrjun, 14-16 stigum eftir. Bara mætum eins og við ætluðum, að kíkja í sunnudagskaffi til ömmu eða eitthvað. Og ég þurfti bara að biðja leiklega til 3-4 mínútur því að þetta var bara ógeðslegt í byrjun. Og ég meina, þeir eru með fullt duglegum strákum, fullt bara hörðum gaurum og þessi serbar alveg að taka á því og sérstaklega sóknum með einhvern að bíða eftir snertingunum og svona og klárir og við bara vorum alveg vandræðilega lélegir fyrstu 5 mínúturnar og ég meina eftir það, við náum að minnka þetta minn mest niður held í 6 stig en bara, mjög svo mútið sköllum líka hérna í byrjun móts og svona, þegar við lendum 18-20 undir á mótið þessum topp 4 liðum þá erum við ekkert með kannski power í það að koma tilbaka, við vorum flottir 35 mínútur. Það er það sem fer úrskeiðis, fyrstu 5 mínúturnar, ömurlegar, gjörsamlega ömurlegar. Já, það er bara svo það er þarna, nú eru þið konið í dálítið slæma hólu, þeir ekki, er einhverja vonir, hvað ætla að breyta einhverju, hvað haldið getið lært af þessu? Við verðum að taka næstu 2 leiki og fara með 4 sigra inn í jólafrí. Við höfum Akranes og FSU, við tapum að 3 leikjum í Krönstein og það er ekki gott. Við erum búin að vera í, sér það ég er 12 maður í liðinu í dag, við erum söknum svolítið að firepower í sóknum. Einhverjum menn bara í utanlandsferðum eitthvað heyr ég? Já, við vissum það alveg fyrir tímabilið, það eru 2 sem að geta skotið úti og svo Þórir meiddur, þannig að við erum svona okkur vantar firepower í sókninni. Við erum fullt af duglegum gaurum, en okkur vantar fleiri sem að geta sett 10 stig á töfluna og við eigum þá alveg 3 til. Það er svona sem að böggar mig svolítið. Þannig að til að vinna liði sem er í topp baráttu og verða fleiri að skora en average. Já, það þurfa bara, average var ekki góður í dag, sérstaklega í byrjun. Og það bara, Hraunar reyndar hitti svolítið en það kom ekkert inn teg og þurfa bara miklu fleiri að gera eitthvað ef við eigum að taka þessi topp 4-5 lið jafnvel. Ég skil þig. Takk fyrir þetta, Unnur. Takk.